Þá komið að þriðja lið á dagskrá starfsáætlun ráða, velferðarráð, til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, til umræðu í dag starfsáætlun velferðarráðs. Ég mun fara yfir þau atriði sem þar eru, sum eru í nánustu framtíð en önnur eftir nokkur misseri eða ár. Akureyrarbær starfar eftir reglugerð húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk númer 370 frá 2016 sem fjallar íbúðir, húsnæðisúrræði, rekstrarkostnað og íbúðasjóði. Þar kemur fram að þjónustuaðili skuli tryggja að húsnæði sé til staðar ef þörf á sérstöku húsnæði vegna sérstakra eða mikilla þjónustuþarfa. Húsnæði skal vera í almennri íbúðabyggð og í nágrenni við almenningssamgöngur og þjónustustofnanir. Íbúðir skulu ekki vera minna en 40 fermetrar og þær skulu ávallt fullnægja lágmarkskröfum byggingarreglugerðar eins og hún á hverjum tíma. Miða skal við fjölda samliggjandi íbúða á hæð eða stigagangi sé ekki fleiri en 6 og að hámarki 10 í sama húsi. Íbúðirnar skulu ekki vera fleiri en 7 ef að ræða heimili með sameiginlegri aðstöðu. Vorið 2021 var skipaður vinnuhópur velferðarráðs og starfsmanna bæjarins sem var ætlað að meta þörf fyrir uppbyggingu á sérstöku húsnæði á næstu 8 til 10 árum hvað varðar búsetu, vinnustaði og aðra þjónustu í málaflokki fatlaðra. Fyrstu atriðin í starfsáætlun snúa að þessum málum. Fyrst ber að nefna verkefni sem þegar hafið en það eru endurbætur á Hafnarstræti 16 en þar verið að breyta herbergjasambýli í íbúðir fyrir fatlað fólk og verða þar 6 íbúðir. Næst á þessum lista þjónustukjarni í Nonnahaga 21 og vonandi verður hægt að hefja hönnun á honum seinni hluta árs 2023. Öryggisvistun hefur verið í umræðinu undanfarin misseri og hún liður í starfsáætluninni. Húsnæði öryggisvistunar ófullnægjandi bæði sökum staðsetningar og aðstöðu fyrir íbúa og starfsfólk. Tekin hefur verið frá lóð á Akureyri fyrir þessa starfsemi og semja þarf við ríkið framhaldið því Akureyrarbær að sinna þessari þjónustu fyrir ríkið. Bæjarstjóri og sviðsstjóri velferðarsviðs hafa fundað með starfsmönnum ráðuneytis sem fer með þennan málaflokk en ekkert fast í hendi með byggingu á viðeigandi húsnæði. Akureyrarbær á einnig eftir að ljúka byggingu 2 smáhúsa sem eykur enn á fjölbreytni í leiguhúsnæði á vegum bæjarins og verður vonandi hægt að ljúka uppbyggingu í sanngirðisbót innan árs. Talandi húsnæði, þá þess getið í starfsáætlun að skoða eigi það húsnæði sem lautin staðsett í með það fyrir augum að finna þeirri starfsemi hentur á húsnæði en sú vinna ekki hafin og þá hægt að selja væntanlega viðkomandi húsnæði þegar þetta losnar. Nú áramót tóku í gildi lög samþættingu á þjónustu í þágu farsældar barna. Lögum þessum ætlað að stuðla að farsæld barna. Meginmarkmið laganna að börn og foreldrar sem á þurfa að halda hafi aðgang að samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Við framkvæmd laga þessara skulu réttindi barna tryggð í samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar sem Ísland hefur undangengist, einkum samning Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins. Þeir sem bera ábyrgð samkvæmt lögum þessum skulu í fyrsta lagi fylgjast með velferð og farsæld barna og foreldra og meta þörf fyrir þjónustu. Öðru lagi að bregðast við þörf barna og foreldra fyrir þjónustu á skilvirkan hátt leið og hún vaknar. Og í þriðja lagi eiga samráð sín á milli með það markmið að þjónusta sé samfelld og samþætt í þágu velferðar og farsæld barna og foreldra. Velferðarsvið með verkefnastjóra í hálfu starfi sem og 1 ráðgjafa í fullu starfi við að innleiða þessi nýju farsældarlög hjá sveitarfélaginu, þannig að sveitarfélagið nú þegar farið að vinna eftir þessum nýju lögum. Nú ætla ég aðeins að tala velferðartækni en þess getið í starfsáætlun og verður mikilvægur þáttur í þjónustu við fólk. Fyrirhugað að innleiða nýjungar og auka notkun tæknilausna á velferðarsviði. Verklag velferðartækni enn í undirbúningi en hefur tafist vegna stöðunnar í samfélaginu. Nú hefur hins vegar verið kallað eftir upplýsingum núverandi notkun á búnaði, ásamt hugbúnaðarlausnum og annarra þátta ásamt upplýsingum það sem starfsfólk telji brýnt að innleiða til framtíðar. Þessi vinna sem sett í gangi og í kjölfar hennar verður unnið að frekari verklagi með framhald innleiðingarinnar í huga.
Svo verkefni sem unnið í samstarfi við umhverfis- og mannvirkjasvið og í starfsáætluninni, en þar leitast við að koma starfsemi stuðnings- og stoðþjónustu fyrir á einum stað í fullnægjandi húsnæði. En þetta heimaþjónusta bæjarins, heimaþjónusta A, heimaþjónusta B og stoðþjónustan heim. Þessi starfshópar dreifðir á nokkra staði og þar sem aðstæðan alls ekki nógu góð. Með því að sameina þessa vinnustaði myndast samlegar áhrif, starfsfólk fengi stuðninga hvort öðru og boðleiðir yrðu einfaldari. Í starfsáætlun verkefnis lýtur að því að veita sérfræðiþjónustu fyrir börn með sértækan vanda og foreldrar þeirra. Sérstakt úrræði hefur verið þróað á einkaheimili til greiningar og þjálfunar barna og ungmenna og foreldrar þeirra. Markmið greiningar og þjálfunarvistunar að styrkja foreldra í uppeldishlutverki sínu, veita börnum öruggt umhverfi, bæta samskipti barna og foreldra en jafnframt veita aðstoð og aðhald. Greiningar og þjálfunarvistun fer fram á einkaheimili á vegum Barnaverndar Eyjafjarðar og lagt upp með að börn og foreldrar upplifi öryggi og vellíðan og úrræðið stuðli að jákvæðum breytingum. Úrræðið hugsað sem tímabundin vistun í 6 til 8 vikur, 2 vikur í greiningu og 6 til 8 vikur í kennslu og þjálfun. Markmiðið að barnið og eftir atvikum foreldri geti snúið aftur heim án verulegra röskunar á högum þess. Þá skal tryggja viðeigandi eftirfylgd að lokinni greiningar og þjálfunarvistun. Svo ætla ég að segja ykkur frá spennandi verkefni sem að hefjast á velferðarsviði, en það að innleiða verkefni sem heitir Samvinna eftir skilnað. Samvinna eftir skilnað gagnreynd aðferð til að styðja við foreldra sem standa í skilnaði til að lágmarka skaðleg áhrif hans á börnin. Í apríl 2020 opnaði Ásmundur Einar Daðason, þáverandi félags- og barnamálaráðherra, formlega rafrænan vettvang sérhæfða skilnaðaráðgjöf, samvinnaeftirskilnað.is. Verkefnið unnið að danskri fyrirmynd og byggir efnið á nýjustu þekkingu sem byggir bæði á rannsóknum fræðimanna og reynslu fagfólks. Verkefnið var til að byrja með í samvinnu við 2 sveitarfélög, Hafnarfjörð og Fljótsdalshérað. Markmið verkefnisins að þróa og innleiða nýtt vinnulag í félagsþjónustu og efla félagslega ráðgjöf með áherslu á skilnaðarmál, forsjár og umgengnismál barnanna vegna. Eitt af hlutverkum félagsþjónustu samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga að veita ráðgjöf í skilnaðarmálum, þar með talin forsjár og umgengnismála. Ferlið þannig að foreldrum sem að skilja eða slíta sambúð gefst tækifæri til að prófa stafræn námskeið þar sem farið í nokkur atriði varða skilnað og foreldrahlutverk. Auk þess sem fagfólk hjá félagsþjónustu umræddra sveitarfélaga býður sérstaklega upp á sérhæfða einstaklingsráðgjöf og námskeið fyrir fólk sem skilið og á börn saman. Í síðasta mánuði fóru starfsmenn frá velferðarsviði á námskeið til að geta veitt ráðgjöf samkvæmt verklaginu. Velferðarsvið mun auglýsa verklagið og bjóða upp á ráðgjöf og námskeið til þeirra standa í skilnaði. Þetta verklag í samhljómi við nýlega samþykkt lög farsæld barna og áherslu þar kemur fram snemmtæka íhlutun. Samkvæmt nýlegum upplýsingum frá Hagstofu Íslands lýkur tæplega 40% hjónabanda á Íslandi með lögskilnaði, en þá ótalinn sá hópur foreldra sem á börn saman og slítur sambúð. Það má því ætla að sé að ræða það bil 1100 til 1200 börn á landsvísu sem verða fyrir áhrifum af skilnaði foreldra eða í kringum 700 barnafjölskyldur á ári. Langtíma áhrif skilnaðar á líðan barna geta verið verulega íþyngjandi fyrir börnin sjálf og samfélagi. Það ekki oft skilnaðurinn sjálfur sem veldur mestum skaða, heldur það hvernig að honum staðið gagnvart börnum. Bæði íslenskar og erlendar rannsóknir benda skýrt til þess að hægt sé að lágmarka skaðsemi skilnaðar ef foreldrar fá tímanlega aðstoð við að vinna úr tilfinningalegri togstreitu og ná að vinna saman í skilnaðarferlinu. Með því að veita aðstoð og þjónustu á fyrri stigum með ráðgjöf frá félagsþjónustu standa vonir til þess að hægt sé að draga úr líkum á ágreiningi á milli foreldra. Verkefnið öllum að kostnaðarlausu eins og fram kemur síðan sjálf á forræði ríkisins. Velferðarsvið einnig með í sinni, svo ég vendi nú bara kvæði mín í kross, nóg skilnað. Velferðarsvið með inn í sinni starfsáætlun að skoða kosti og galla þess að reka plastiðuna bjarg á nýrri kennitölu.
en Plastiðan Bjarg er rekin á kennitölu Akureyrarbæjar. Allir starfsmenn og þjónustunotendur Plastiðunnar eru starfsmenn Akureyrarbæjar og njóta sömu réttinda og aðrir starfsmenn bæjarins. Við þetta fyrirkomulag skapast ýmis flækjustig. Það er að vera þjónustunotandi hjá Akureyrarbæ og vera einnig launaður starfsmaður með þeim réttindum sem því fylgir. Til dæmis má nefna að þegar starfsmaður er búinn að vera í starfsþjálfun í 2 ár er viðkomandi fastráðinn starfsmaður hjá Akureyrarbæ með þeim réttindum sem því fylgir. Ef viðkomandi þjónustunotandi væru starfsmenn Plastiðunnar sem rekin væri sem sjálfstæð stofnun en ekki Akureyrarbæjar væri margt einfaldara. Starfsmenn þjónustunotendur væru þá starfsmenn Plastiðunnar en ekki Akureyrarbæjar. Auk þess væri meðal annars hægt að innskatta með meiri af ýmsum kostnaði á móti útskatti. Eins og reglurnar eru hjá Akureyrarbæ má ekki rukka aukalega vegna þeirra sem vilja fá greiðsluseðil sendan vegna keyptra vara og þjónustu Plastiðunnar þar sem Akureyrarbær innheimtir ekki gjald af greiðsluseðlum. Þessu hefur fylgt aukinn kostnaður og vinnu fyrir Plastiðuna sem hægt var að komast hjá ef Plastiðan væri á sér kennitölu. Með vísan til þessa hefur þá verið lagt til að þetta verði skoðað sérstaklega. Eitt af verkefnum í starfsáætlun til svona í lokin er úttekt á félagslega leiguíbúðakerfinu með tillit til leiguverðs, viðhalds og fleiri þáttar samanber kostnaðarhlutdeild íbúa í þjónustukjörnum í sameiginlegum rýmum. Akureyrarbær á rúmlega 300 íbúðir en leigir auk þess af ýmsum aðilum og framleigir. Íbúðirnar eru leigðar sem félagsnæmt húsnæði til einstaklinga og fjölskylda sem ekki hafa tök á að afla sér húsnæði með öðrum hætti, samanber lög félagsþjónustu sveitarfélaga númer 40 og 1991 með síðari breytingum. Tilgangur þessa verkefnis er að fá fram nákvæmar upplýsingar sem hægt er að byggja ákvarðanir á, til dæmis verðlagningu félagslegs húsnæðis. Þetta er verkefni sem klárast í lok mars og verður þá skoðað enn frekar. Takk. Það bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Heimi fyrir greinagóða yfirferð yfir starfsáætlun velferðarsviðs. Það er svona aðallega tvennt sem ég myndi vilja gera að umræðu efni úr áætlunni og það er annars vegar velferðartæknin og hins vegar leiguíbúðir Akureyrarbæjar. Eins og kemur fram í áætlunni þá er verið að leggja áherslu á að auka velferðartækni í þjónustunni. Mér hefur fundist ganga heldur hægt að innleiða þessar nýjungar. Ég geri mig grein fyrir því einmitt að vissulega hefur COVID og ýmislegt annað því tengt haft mögulega áhrif þar á. En það segir okkur kannski líka það að einmitt á tímum COVID að þá hefði verið mjög gott að hafa meiri og öflugri velferðartækni þar sem að hún mögulega hefur áhrif á að það þarf minni mannskap og annað slíkt til þess að veita þjónustuna. En ég fagna því bara mjög að það standi til að gera átak í þessum málum. Varðandi aftur á móti félagslegu leiguíbúðirnar sem að bæjarfulltrúi Heimir kom líka inn á í sinni ræðu, þá er náttúrulega alveg ljóst að Akureyrarbær er með gífurlegan fjölda íbúða á sínum vegum og ég tel að það sé bara ástæða til þess að við reynum með einhverju móti að fækka þessum íbúðum og við leitum leiða til að leysa málin á annan hátt, meðal annars með því að reyna að útvega hér og tryggja hér séu lóðir fyrir óhagnaðardrifin leigufélög og hér sé þá húsnæði á almennu leigumarkaði sem er ódýrara. Það er alveg ljóst að það er auðvitað töluverður munur á leiguverði í félagslega kerfinu og á almennu markaði og það er auðvitað til endurskoðunar. Það er ljóst að við þurfum að hækka leiguverðið
hjá okkur og gerðum það 1. febrúar meðal annars svo sem 4%. Frekari ákvarðanir verða teknar þegar að úttektinni er lokið þarna í lok mars og þá verða vonandi einhverjar lausnir því tengdar. En auðvitað þarf að tryggja að fólk hafi húsnæði og þeir sem ekki geta verið á almennum leigumarkaði að þeir hafi þá önnur úrræði. Ég tel að við hins vegar líka að reyna að styðja fólk frekar til sjálfshjálpar og reyna kannski að gera þeim sem að mögulega ættu möguleika á því að kaupa kannski það félagslega húsnæði sem þeir eru í frekar heldur en að leigja það áfram, að reyna að finna einhverjar slíkar leiðir til þess að fækka þessum íbúðum. Takk. Það er bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Mér langaði til þess að ræða hérna kannski tvennt og það er annars vegar kannski að fylgja eftir umræðinu sem að bæjarfulltrúi Lára kom inn hérna félagslegt húsnæði. Að mér langaði til að spyrja hver biðlistinn núna og það þannig að við sjáum fram á að hann sé á leiðinni niður? Eru við farin að sjá hvernig þessi uppbygging sem að hefur að einhverju leyti allavega hafist með óhagnaðardrifnum leigufélögum og svona formlegri og formgerðari leigumarkaði, eru við farin að sjá þetta í okkar tölum? Það skiptir gríðarlega miklu máli. Ég vil nú taka undir með bæjarfulltrúa Láru að þegar að við förum í að endurnýja okkar eignastofn að þá sé algjörlega upplagt að reyna að gera fólki kleift að kaupa þær eignir sem það býr í. Ég held að það sé mjög góð hugmynd en ég myndi segja að við þurfum að fara mjög varlega í að fækka okkar íbúðum og meðan að við sjáum ekki alveg til lands með önnur úrræði. Þannig að ég held að bara svona koma upp og segja það. Og svo langaði mig til þess að spyrja hvort að það er eitthvað að frétta af því hvernig samningum, áframhaldandi samningum móttöku, samræmda móttöku flóttafólks líður. Hvort að það er skriður á því. Ég ætla bara að segja það, ég hef nú örlitla innsýn í það annars staðar frá þjónustu Akureyrarbæjar við flóttafólk og ég bara get ekki orða bundist með að hrósa því starfsfólki sem að þar kemur að málum. Þar er alveg gríðarlega góður hugur og mikil áhersla lögð á að gera vel í þessum málum. Og eins þurfum við að hafa í huga líka inn í skólakerfinu. Við settum auðvitað aukna fjárveitingu í það núna nýlega en við höfum grunum að það hugsanlega þurfi meira til og ég langar til að heyra bara þessa samning við ríkið, hvernig staðan og honum og hvað er líka okkar viðhorf. Erum við að segja að ríkið eigi að koma taka allan kostnaðinn af þessu eða erum við að líta svo á að þetta sé einhverju leyti góð fjárfesting fyrir okkur að taka á móti fólki? Ég lít svo á að þessi gríðarlegur akkur fyrir okkur að fá fjölbreytt fólk hingað og alveg eins og við leggjum heilmikið kostnað í það að þegar að börn fæðast að ala þau upp sem samfélag og styðja þau sem best til þess að njóta velgengni í lífinu, þá er þetta líka fjárfesting bara sem að ég til að mynda borga sig. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrst að byrja að þakka bæjarfulltrúa Heimi fyrir yfirferð á starfsáætlun velferðarráðs. Ég held að þetta sé í rauninni svona þessi punktar sem þarna komum fram í starfsáætlun sé afar mikilvægi fyrir öll framboð sem ætla að bjóða fram hér til næstu bæjarstjórnarkosninga. Þarna er verið að tæpa á málum sem að skipta verulegu máli og við þurfum í rauninni að hafa í huga þegar við erum að halda áfram að byggja þetta samfélag okkar og kannski gefa þetta framboðum tækifæri að hugsa eitthvað annað heldur en gervigras.
En það sem ég aðeins velti fyrir mér í þessu sambandi það að bendi á að það verið að tala þarna að byggja upp frekar í þjónustukjarna og það búið að setja fram ákveðna áætlun því tengt og það mjög mikilvægt í rauninni að menn fylgi þeim áætlunum eftir vegna þess að það ljóst að þörfin á þessum íbúðum. Bæjarfulltrúi Lára kom inn á það varðandi félagslegar íbúðir, þá voru að tala því að þessar íbúðir falla undir félagslegar íbúðir að þá sé kannski spurning hvort að ætti að fækka öðrum félagslegum íbúðum og ég mjög ánægð með að það skuli verið að gera úttekt á þessum málum hjá velferðarsviði og það í rauninni að frumkvæði bæjarráðs vegna þess að við tókum þessa umræðu í bæjarráði félagslega leigu íbúðakerfið og hvernig það væri að virka og það ljóst að það stendur ekki undir sér eins og staðan í dag og það þarf að huga að hækkun á leigu en á sama tíma þarf líka að velta fyrir sér hvort að eins og bæjarfulltrúi Lára kom inn á hvort að sé hægt að gefa fólki kost á að kaupa íbúðir og svo framvegis. Þetta mjög mikilvægt að við reynum að átta okkur á þessu hvernig staðan raunverulega vegna þess að við erum að tala um hvernig við viljum byggja samfélag hér til framtíðar. Við erum með allt og margt í gangi sem talar ekki saman. Ég bendi á sem dæmi að það komi hérna fram í máli bæjarfulltrúi Lára enn og aftur vitna ég hana varðandi óhagnaðardrifið íbúðakerfi eða leigu íbúðakerfi. Það mjög mikilvægt í rauninni að skoða hvað við viljum gera í því. Og ég nefni sem dæmi að við erum að fara að byggja upp Móahverfi núna, þar sem að gera má ráð fyrir að það verði 700-800 fjölbýlishús húsa íbúðir. Og við kannski að velta fyrir okkur hvort við eigum bara áður en að þetta fer af stað að eyrnamerkja að segja 10-15% af þeim íbúðum verði fyrir slík félög. Þannig að við séum að mæta þessari þörf. Þannig að við séum þá með þessar íbúðir til staðar. En við erum alltaf að vonast til þess að það verði byggt upp með svona íbúðir verði byggðar upp. En við þarfum að gera ráð fyrir því í skipulagsmálum. Og ég held að við ættum að skoða það áður en að Móahverfi fer alveg af stað að við séum að gera ráð fyrir því að þarna komi 70-100 íbúðir af þessum geti verið með þessum hætti. Við höfum líka velta fyrir okkur hvar við viljum hafa félagslegar íbúðir og hvort að við séum ástæða til þess að endurnýja stofnun og færa til. Og það geti líka verið í þessu nýja hverfi. En ég held að sé mjög mikilvægt í rauninni að ég held að sé ekki ástæða fyrir okkur að vera fjölga mikið þar. Heldur fyrst og fremst að reyna að nýta það betur og reyna þá að velta fyrir sig hvort að þarna inni fólk sem að mögulega þarf ekki að vera í leiguíbúð, gæti keypt íbúðir. Og varðandi það sem að bæjarfulltrúi Sólu kom inn á varðandi biðlistan hefur verið svo að ég byrjaði svo alltaf mjög langur og það kannski að hluta til skýring á því að þegar að Bjarg íbúðafélag fór til að mynda í þessara óhagnaðardrifnu íbúðir, þá var eftirspurnin ekki eins mikil eins og þau byggust við. Kannski skýring á því að við erum bara mjög lágt leiguverð í félagslegu íbúðunum þannig að stökkið og mikið og fólk sækið frekar í það að vera að lista þar og reyna að komast inn í það kerfi vegna þess að þarna mikill munur á leigu. Þannig ég held að þetta sé eitthvað sem við erum að skoða. Annað sem að ég held að sé þarna inn í þessu sem að allir ættu nú að hafa inn í stefnuskráni sinni, það það að reyna að finna nýtt húsnæði fyrir sem í þá starfsemi sem rekin í Lautin í dag. Það margbúið að tala um það að það óheimtilt húsnæði. Þetta þjónustuhópur sem við verðum einhvern veginn að sinna og ég velti við mig hvort það væri hægt að leigja húsnæði einhvern dag fyrir þetta, ekkert endilega kaupa. En þetta líka húsnæði sem við getum selt og gert pening úr. En ég held að og vegna þess að það hefur komið margoft fram hjá velferðarsviði að þetta húsnæði ekki hentugt fyrir þessa starfsemi sem í það í dag. Þannig þetta eitt af sem að ég held að öll framboð þetta einhetta sér að koma í verk strax á næsta kjörtímabili. Annað líka þetta með heimaþjónustuna og allt á einu stað. Ég alveg sannfærður það að ef að það tækist að þá myndi þetta nú verða meiri samleið í starfseminni. Þannig ég held að það sé jákvætt. Auðvitað þetta nú búið lengi í bígerð. En ég held að þetta sé bara eitthvað sem að menn verða að horfa til. Og svo náttúrulega þetta sérstaka úrræði fyrir börn sem með sértækan vanda og við náttúrulega við vorum að upphafi þessa kjörtímabil held ég ef ég maður rétt að tala um fjölskylduhús. Þetta búið að vera mál sem við höfum ýtt á undan okkur, þetta dýrt úrræði. En núna þegar við erum að fara að sigla inn í að vinna með farsældarfrumvarp barna þá held ég sé mikilvægt að við tökum þessi mál alvarlega og vinnum í þeim. Þannig ég sé alveg fyrir mér að þetta væri eitthvað sem að menn ættu allir að sameinast um. Við höfum líka að fagna ýmsu sem vel gert í þessu og bæjarfulltrúi Heimir Eydil
mjög löngum tíma í ræðu sinni þetta verkefni samvinna eftir skilnað sem alveg frábært úrræði og sem bara mikilvægt fyrir okkur að hafa vegna þess að það þetta, fólk lendir í vandræðum, eins og hann bent á, það 40% hjónabanda eða sambúðar lendir í skilnaði og fólk í rauninni að lenda í vanda hvernig það á að haga sig og hvernig það á að snúa sig með börnin og svo framvegis og þetta alveg frábært úrræði og ég fagna því að við skulum hafa tekið þetta svona alvarlega og erum að vinna í þessu og starfsmenn hafa farið á námskeið. Síðan spyr ég bara bæjarfulltrúa Heimi að því að hann talaði það að það væri mikilvægt að koma plastöðinu Bjarn yfir á sér kennitölu og mögulega væri það hagkvæmari rekstur og svo framvegis. Af hverju myndu þá ekki flytja alla starfsemina með mann og mús? Af hverju ætlum við hafa starfsmennina, þar að segja fyrir utan þjónustuþegana, af hverju viljum við hafa þá sem starfsmenn Akureyrarbæjar? Myndi það ekki bara flækja málið? Þetta eining sem rekið með, það verið að selja vöru og það verið að fá tekjur. Spurningi var svo að Akureyrarbær getum það greitt inn í félagið til þess að standa undir launakostnaði. Það myndi einfalda málið ef þetta væri bara í þessu eina félagi. Það væri ekki verið að setja starfsmenn þetta inn sem starfsmenn Akureyrarbær sem starfsmenn þessa fyrirtækis. Það verkefni sem enn að skoða. En ég held að þetta sé nú bara, eins og ég segi, það góður gangur í mörgum verkum í velferðaráði eða velferðarsviði og því það bara fylgja eftir. Og ég alveg sannfærður það að ef allir innhendast í því að vinna saman á næsta kjörtímabili í þessu málaflokki þá held ég að við séum í góðum málum. Takk. Bæjarfulltrúi Hilda Gísladóttir. Takk fyrir það. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka bæjarfulltrúa Heimi Haralds fyrir góða yfirferð. Það eru svona nokkrir punktar sem að mér langa að ræða. Ég vildi í fyrsta lagi segja að ég tel það sé mjög mikilvægt og gott að við séum að hafa þessa framtíðarsýn varðandi uppbyggingu og sérstöku húsnæði og geta bara unnið eftir því. Það rosalega gott að forgangsraða uppbyggingu mannvirkja til þess að hafa svona langtíma sýnina fyrir fram að sig. Og innleiðing á lögum farsæld barna alveg ótrúlega spennandi verkefni. Hvernig hægt að samþætta og samhæfa þessa þjónustu og ég hef oft velt því fyrir mér hvort að næstu skref þyrfti að verða bæði þá á lagalegum grundvelli og í okkar vinnu að horfa til farsældar aldraðra með einhverjum sambærilegum hætti og hvernig við getum samþætt þá þjónustu. Náttúrulega marg ítrekað búið að ræða samþættingu heimaþjónustu og heimahjúkrun og þar verður örugglega lengi áfram einhver umfjöllun og umræða. En að horfa þetta út frá þjónustu þeganum og þörfum notendana og tala nú ekki þá hópa líkt og barna og aldraðra held ég að skipti ofboðslega miklu máli. Bæjarfulltrúi Heimir nefndi velferðartækni og ég held að þar við að horfa fram á verkefni líka kannski í stóra samhenginu sem langtíma verkefni. Ég vildi að þessu tilefni kannski vekja aðeins athygli á því að innan SSNE hefur verið sett fjármagn í áhersluverkefni tengt velferðartækni og heilbrigðis- og velferðartækni klasi Norðurlands eða Veltek, hann tók til starfa núna síðastliðið haust en klasin samstarfsverkefnu vettvangur tækniþróun í þágu heilbrigðis- og velferðar á Norðurlandi og innan raða Veltek einmitt sveitarfélögin á Norðurlandi en líka skólastofnanir og leiðandi heilbrigðisstofnanir sem hafa ákveðið að nýta sameiginlegan styrk til sóknar innan sem utan svæðisins. Af því að við þekkjum það svolítið vel úr þessari tækniþróun að það gríðarlega mikilvægt að við tökum höndum saman. Og Veltek sem sagt ætlað að virkja þennan kraft sem að fyrirfinnst innan fyrirtækja og stofnana í Norðurlandi, að magna hann upp og styðja líka við nýsköpun í heilbrigðis- og velferðartækni ásamt því að styrkja tengsl þátttakandana og það rosalega mikill þáttur að því að horfa út fyrir landsteinana og tengja hliðstæðum klösum erlendis. Af því að við þurfum að læra hratt og við þurfum að koma kerfinu hratt áfram en svona hratt í merkingu kerfi stundum aðeins hraðar heldur en að við þekkjum á öðrum vígstöðum. Það í rauninni, hefur kannski sjaldan verið mikilvægur að veita heilbrigðis- og velferðarþjónustu á hagkvæman hátt og Veltek held ég að sé öflugur vettvangur og bind miklar vonir við hann skil okkur sameiginlegum árangri þar sem að heilbrigðisstofnanir, sveitarfélög og háskólasamfélagið sameinast að kanna og veita mikilvægar þjónustulausnir. Þannig að það verði unnið markvisst að því að styðja við þróun og sækja og rækta þekkingu og nýrri tækni, kynninni og kominni kerfisbundið í notkun. En markmiðið að sjálfsögða að styðja við starfsfólki í heilbrigðis- og velferðarþjónustu og stuðla þannig að betri þjónustu við íbúa og sem bestu lífi og hagsæld fyrir Norðlendinga.
Þannig ég hvet okkur til öflugrar þátttöku á þessum vettvangi. Ég held að geti verið sóun ef að við ætlum að gera allt ein og ég held að við í svona samvinnu ólíkra aðila sem að glíma við mjög sambærileg verkefni að þá geti þetta verið bæði hagkvæmara, markvissara og líklegra til að skila árangri. Bæjarfulltrúi Heimi nefndi verkefni tengt samvinnu eftir skilnað og mér finnst bara ástæða til að nefna það sérstaklega hvað mér finnst þetta mikilvægt og merkilegt verkefni og ég held að þetta geti í alvörinu skipt mjög miklu máli. Þetta þekkjum við auðvitað öll bara vel úr okkar samfélagi og þar sem að þarfir barnanna eru settar í forgang. Aðeins var rætt úttekt á félagslega leiguíbúðakerfinu. Ég mjög ánægð að það sé verið að fara í úttekt á því. Það er gríðarlega mikilvægt í mínum huga að hafa ekki bara huglæga matkvarða og það hvað við þurfum mikið á húsnæði, heldur kortleggja faglega hvað þurfum við. Í dag erum við með 16,8 félagslegar leiguíbúðir á per 1000 íbúa á meðan Reykjavíkurborg til að mynda með 22 per 1000 íbúa. En önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu eru með minna, allt niður í 2,6 íbúðir á per 1000 íbúa í félagslega leiguíbúðakerfinu í Garðabæ. Og það sýnir okkur kannski ólíka áherslur. En ég held að það eigi að horfa til þess að horfa til faglegrar úttektar á þörfinni. Að sjálfsögðu ekki að búa til kerfi sem að fer umfram markmið sín en uppfyllir þau. Og að sama skapi skiptir máli að við horfum til óhagnaðardrifinna leigufélaga og stofnframlaga og þá fjármagn í þau verkefni vegna þess að við viljum hafa ákveðin þrep á þjónustunni og þar þurfum við að horfa ekki síst til þeirra sem eru kannski í minnstu forréttindastöðunni og eru í viðkvæmustu hópunum sem að félagslega leiguíbúðakerfið sannarlega hugsað fyrir. Og ég sammála bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin varðandi það að það gæti skipt okkur máli að taka svolítið stefnumótandi ákvarðanir hvar viljum við hafa bæði félagslega leiguíbúðir og óhagnaðardrifin leigufélög og ég tel mjög mikilvægt að við horfum til þess að dreifa þeim kröftum bæinn og hafa fjölbreytnina sem víðast. Og ég vona að við höfum að minnsta kosti það fyrir okkur að horfa til faglegrar úttektar á þörfinni áður en við rjúkum til breytinga eins og til dæmis að fækka félagslegum íbúðum hér á svæðinu. En að þessu sögðu bara þakka bæjarfulltrúa Heimi fyrir og minna á að því að ég er með mikinn áhuga á mannréttindamálum og jafnréttismálum að henda nú inn eins og mannréttindastefnan gerir ráð fyrir markmiði í starfsáætlun sem snúa annars vegar af jafnrétti og hins vegar mannréttindamálum. Það er bæjarfulltrúi Hilda Anna Gísladóttir lokið málsins, næsta getur máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti að geta bæjarfulltrúar. Ég vil eins og aðrir þakka bæjarfulltrúa Heimi fyrir hans innlegg. Það er reyndar eitt mál sem að ég saknaði aðeins úr umfjöllun hans í starfsáætluninni og starfsáætlun kannski velferðar ás að hluta þar málefni fatlaðra. Akureyrarbær er að gera mjög vel í málefni fatlaðra. Það er alveg morgunljóst og við höfum niðurstöður og úttekt Haraldar Líndals Haraldssonar það að þó að kostnaður hér sé mikill í þessum málaflokki að þá er bærinn að gera vel í rekstri miðað við það sem annars staðar er gert. Hins vegar staðan sú í þessum málaflokki að við erum að reka með miklum halla, mjög miklum halla. Og spurningin er hvað við ætlum að gera til þess að ná endum saman því að við erum hingað til verið að berjast við það að reyna að ná niður rekstrakostnaði bæjarins. Við erum búin að taka mjög drastískar ákvarðanir varðandi skil á öldrunarheimilum en við getum ekki skilað málaflokki fatlaðra, hann er bara hjá sveitarfélögunum. Og það er eitt af þessi verkefni sem við þurfum að taka á. Ein afleiðing þess að við erum að reka hérna góða þjónustu er að það er mikil ásókn í þjónustuna annars staðar frá. Og það er bara eðlilegt á meðan að önnur sveitarfélög eru þá ekki að gera eins vel. Og var nú nefnt hérna á fjármálaráðstefnunni fyrir sunnan í vetur að
Það væri svona spurning hvort það þyrfti ekki að fara að skoða það eins hvað sveitarfélag almennt í landinu væri að gera til þess að standa undir þeim þjónustu kröfum sem settir á þeir í lögum. Því það alveg augljóst að það ekki verið að gera það sama allstaðar sem leiðir til þess að fólk flytur að sjálfsögðu í þau sveitarfélag þar sem þjónustan góð og eykur þá í raun að vera álagið þar og þann kostnað sem þessi fylgir sem bara mjög eðlilegt í sjálfu sér. Þetta að sjálfsögðu eitthvað sem við þurfum að vinna með. Við þurfum líka eins og hefur nú komið, ef ég man rétt fram hér í þessum ræðustóli, í öðru húsi reyndar, að við þurfum að taka samningin upp í nágrannasveitarfélagi líka. Hann náttúrulega í skoðun og það svona spurning hvar hann staddur. Hvað varðar kostnaðarskiptinguna á þessum halla sem dæmi og það hvernig við ætlum að vinna úr þessu. Það væri gaman að fá að vita kannski eitthvað þau mál. Annað sem ég vildi gera kannski umtalsefni og ég tek undir allt sem kemur fram í þessari starfsáætlun. Þetta allt mjög góð verkefni. Það talað dálítið farsæld barna. Farsæld barna náttúrulega liggur í því að börn fái þá þjónustu sem þau þurfa. Og ég held að við séum bara alls ekki að standa okkur nægilega vel í því og það margt þar undir. Það talað í farsældarfrumvarpinu það og lögunum að bregðast við með snemmtækri íhlutun. Eða snemmtæku inngripi eða hvað sem við vilja kalla þetta. Sem þýðir það að við ætlum að takast á við verkefnið á forstigum þess. Þannig að börn þrói ekki með sér vanda eða kvilla eða hvað sem við viljum kalla þetta. Þannig að þetta verði dálítið óyfirstíganleg verkefni þegar lengra líður á til dæmis skólagöngu uppvöxt barna. Við verðum að átta okkur á því að í viðtalsrannsókn sem hann gerði skólastjóri og kennari á Akureyri í fyrra, að þá mátu þau það þannig að það væri svona cirka 60 til 100 börn sem ætti við mjög sérstækan vanda að etja sem snýr það að hegðun eða einhvers konar fráviki sem gerir skólanum mjög erfitt að takast á við verkefni. Þetta ekkert fráleit tala vegna þess að það talað það að í þessum fræðum sem fjalla til dæmis hegðun og geðræn barna að það séu svona 80 til 85% barna sem að við getum fleytt í gegnum skólakerfið á nokkurra vandkvæða. Við bara laga sér vel að. Það hins vegar svona 15% sem að þurfa einhvers konar íhlutun að ræða eða halda. Þar af þetta svona cirka 3-5% sem að rekast mjög illa í skólum og þurfa á afar sértækum aðgerðum að halda, bara sem dæmi. Og þarna kemur náttúrulega velferðarkerfið inn í, vegna þess að langflestum tilvikum þetta á einhvern hátt tengd barnavernd og félagsþjónustu einhvers konar erfiðleikum í kringum heimili. Og ef við tökum 3-5% af börnum í grunnskólum í dag sem 2600, þá þetta á bilinu 60 til 100 börn sem við erum að tala um. Við erum með úrræði í dag í Hlíðaskóla bara sem dæmi fyrir 20 börn cirka. Gætum örugglega verið með allt upp í 25 börn þar allavega húsnæðislega séð. Ef út í það færi. Við erum með sérdeildir 2 fyrir börn svona í kringu 20 þannig að það standa þarna út einhver 40, 50 börn sem eiga í mjög miklum erfiðleikum. Skólakerfið á mjög erfitt með að takast á við. Það og hefur verið lítil samvinna við barnavernd mörg af þessum málum því miður vegna girðinga sem kallast trúnaður og það hefur nú svona aðeins lagast en það má gera miklu betur og á að gera betur með þessu farsældarlögum eða innleiðingu þeirra. Ég held við erum átt okkur á því að verkefni sem í kringum þessa einstaklinga í skólanum gríðarlega erfitt. Ég held að það ætti að vera eitt af stórum málunum í næstu kosningum að reyna að
menn fari í það að leita leiða til að bregðast við þessu. Og það verður ekki gert með því að fjölga fólkin í skólanum sjálf. Það þarf sértæk úrræði, það þarf sértæka vinnu. Við erum að reka hérna skóla fyrir alla og þar kemur þá velferðarþjónustuna til að styðja við fjölskyldunar og þar fram til götunum. Og við rekum ekkert skóla fyrir alla þannig að allir séu alltaf á sama stað á sama tíma. Það er ekki skóli fyrir alla. Vegna þess að það eru bara mörg börn í miklu vanda sem að leiðir til þess að þau eru bara mjög erfitt með að vera innan aðra. Sem leiðir til þess að þau bregðast illa við, eiga erfitt með að hafa stjórn á skapi sínu og fleiri þá veruna. Sem gerir það svo aftur að verkum að ef þetta gerist ítrekað, þau fara að skapa sér ákveðna ímyndin á barnahópsins sem er ekki jákvæð. Og það er ýmis svona mál sem við þurfum líka að velta fyrir okkur inn í þessu kerfi okkar. Og það er bara mjög gott að það skuli vera lögð þessi áhersla á, ég bara tek undir hana með skilnaðarbörnin. Vegna þess að ég held að við vanmetið gríðarlega áhrif skilnaðar á börn. Menn bregðast mjög hart við og stíft og kerfisbundið við ef að barn missir foreldri sitt sem dæmi og það bara hverfur hún í jörðin. En við erum ekki að bregðast við með kerfisbundum hætti hingað til ef að verður skilnaður þar sem að annað foreldri fer en samt. Eikur á flækjustig, það verða uppi alls konar tilfinningar í lífi barna sem hefur sýnt fram á í ýmsum rannsóknum að leiðir til ofboðslega erfiðra sálrænna flækja að vera í svona skopparakringla á milli foreldrana jafnvel og börn að kenna sér skilnaðinn, bara sín dæmi. Og við erum ekki að gera þessu hingað til, en ég fagna því að það skuli vera farið í þessa vinnu því að þarna held ég að séum forvirkar aðgerðir að ræða sem komi vonandi til með að skila heilmiklu og það er bara viðeigandi að hafa það dálítið stóran þátt í þessari stefnuræðu núna. Því að þetta er mikilvægur flokkur. En eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á, þá getum við kannski rætt aðeins þetta með fjölskylduhúsið. Fjölskylduhúsið var og hefur verið skoðað hérna nokkrum sinnum. Það er dýrt úrræði, vissulega dýrt. Það hefur verið hugsað þannig að ef að fara að færa barn af heimili tímabundi að það sé einhvers staður til að taka við því og sinna því almennilega án þess endilega að taka það úr umhverfi sínu. Við erum gjörna að það að setja börn í fóstur, eitthvað út í sveit. Það getur í einhverjum tilvikum verið rétt að gera slíkt, af því að þá þarf kannski að klippa barnið út úr umhverfinu líka. En það er ekkert alltaf þannig. Og það getur verið mjög erfitt fyrir börn að þurfa að fara í svona lengri úrræði bara og klippa þau alfarið burtu úr sínu umhverfi, þannig að það er eitthvað sem að þarf að huga að. Það hefur náttúrulega verið gert og hefur verið unnið í því markvisst að hálfu ríkisins og sveitarfélagsins allavega með PMT-ráðgjöfinni, með SMT-ráðgjöfinni, sem gengur út á það að reyna að vinna með barnið með fjölskyldunni þannig að þurfi ekki að fara með það út úr umhverfinu. En þetta bara dugir ekki alltaf til. Þess vegna þarf að vera hérna til, að mínu mati, úrræði sem tengist á einhvern fjölskylduhúsi og jafnvel líka þannig að móðir og börn geti farið að heimili tímabundi hugsanlega vegna einhverja ofbeldis ástands að heimili. Þannig að ég held að þrátt fyrir það að við sem að gera mjög margt gott, þá er ótrúlega margt sem við þurfum að gera betur. Og ég held að þetta sé kannski eitt af stórum málunum sem við þurfum að vinna með hérna. Það er þetta sem snýr að börnum. Og kippa með einhverjum hætti málefni fatlaðra, rekstrar hlutanum þar í lag. Því að það gefur náttúrulega leiða meðan að við erum að greiða miklu meira inn í það málfaginu okkur ber. Þá takmarkar það möguleika okkar til að gera betur annars staðar. Og við verðum að standa í lappirnar og laga þetta. Takk.
Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforsetann að taka við stjórnina, gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú eins og aðrir að ég þakka bæjarfulltrúa Heimi Haraldsssyni fyrir góða yfirferð og það hefur náttúrulega ýmislegt verið rætt hérna í dag og frá bæjarfulltrúum og ég get tekið undir, þú veist, og yfirleitt erum við þokkalega sammála í þessum málaflokki. Við getum gert betur, við erum að gera rosalega vel. Mér langar aðeins bara til að svona áður en að bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson kemur hérna upp og svara þeim fyrirspurnum sem hafa komið. Aðeins að velta því upp af því að það kom hérna fram að, þú veist, að við þyrftum að gera betur og við erum tilbúin og við viljum gera vel við börn og sérstaklega börn í vanda með fjölskylduhús og það sé dýrt úrræði og svo framvegis og við séum að borga með rekstri málefna fatlaðra fleiri 100 milljónir. Hefur eitthvað verið skoðað og hvað helst sjá fulltrúar í velferðarráði tækifæri til þess að sækja meira fjármagn og hérna við höfum náttúrulega verið að ræða hérna sko hlut ríkisins og þetta finnst manni að, þú veist, að þau sveitarfélög sem eru að standa sig vel eigi auðvitað að fá meira úr greitt úr sameiginlegu sjóðum, það eigi ekki að skipta máli hverjir að sinna þessari þjónustu sem er svona mikilvæg fyrir þá sem að höllum fæti standa. Þannig að þetta er kannski svona bara, hefur ekki meiru við að bæta við það sem áður hefur komið fram, heldur en bara hvort að þessu hefur eitthvað verið velt upp. Hvar gætu við sótt helst peninga? Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka bara alveg svakalega fínar umræður og hérna langar aðeins að bregðast við hérna nokkrum fyrirspurnum sem lagðar voru fyrir okkur. Ég get tekið undir með bæjarfulltrúa Láru varðandi velferðartækni, auðvitað hefði hún nýst mjög vel ef hérna við höfum verið lengra komin með þá vinnu í COVID af því að hérna þá hefðum við mögulega getað fækkað snertingum og hérna líkamlegum og fjölga rafrænum lausnum og fleira þannig að en þetta er komið á rekspöl þannig að ég fagna því. Ef ég má ég sjá varðandi hérna húsnæðismál, það er ágætt að bara rifja upp texta úr velferðarstefnunni sem gildir til 2023 að gott húsnæði og stöðuleiki í húsnæðismálum er mikilvæg undirstaða lífsgæða og allir þurfa að kosta á húsnæði við hæfi án tillits til tekna, fjölskyldustærðar eða annarar félagslegra stöðu. Áhersla skal lögð að auka öryggi í húsnæðismálum með því að stuðla fjölbreyttu framboði íbúðarhúsnæðis, hvort sem er að ræða félagslegt leiguhúsnæði, húsnæði fyrir fólk með sérstakar þjónustuþarfir eða húsnæði á almennum markaði. Tryggja þarf nægilegt framboð félagslegra leiguíbúða á vegum sveitarfélagsins sem standa þeim til boða sem ekki geta aflað sér húsnæðis á almennum markaði vegna félagslegra aðstæðna. Að þessu sögðu þá get ég tekið undir með bæjarfulltrúa Guðmundi að mér líst mjög vel á þessa hugmynd að taka frá félagslegt húsnæði í nýjum íbúðahverfum. Þannig að hérna ég myndi bara leggja til við nýja bæjarstjórn að gera eitthvað á þeim nótum. Varðandi kaup á íbúðum, auðvitað er það bara lausn sem er vert að skoða. Hún hefur verið notuð hérna hjá okkur bara í mjög litlu mæli þar sem einstaklingar fá að kaupa það húsnæði sem þeir búa í. En þetta er auðvitað gert á hverju ári að tekjur þeirra sem búa í félagslegum íbúðum, það er skoðað og ef einstaklingar verða tekju háir þá þarf að finna aðra lausn í samráði við íbúana. Varðandi biðlistan Sóley, bæjarfulltrúi Sóley, að þá er biðlistinn í lok árs 2021 135 umsóknir sem er svona bara svipað og hefur verið undanfarin ár og flestar eru 2 herbergja íbúðir. Bæjarfulltrúi Sóley nefndi líka hérna hvort það væri skriður á verkefnum tengt flóttamönnum. Við tókum þátt í verkefni á vegum félagsmálaráðuneytis til 1 árs. Því verkefni er lokið. En kannski eins og hérna íbúar bæjarins eru meðvitaðir að þá erum við
búin að samþykkja sem bæjarstjórn að taka á móti flóttamönnum frá Úkraínu og fyrir fundinum á morgun í velferðarráði liggur fyrir umræða og vinna það mál. Bæjarfulltrúi Guðmundur var að spyrja plastiðuna Bjarg sem lýtur að rekstri og þar hann mér miklu fremri og þetta hins vegar bara punktur úr HLH skýrslunni sem verið að skoða, þannig að það verður bara að skoða með opnum huga og rætt frekar. Mér langar að segja að ég þakka bæjarfulltrúa Gunnari fyrir bara vekjandi umræðu málefni barna í skólum og ég get tekið undir með honum varðandi vanfjármögnunina og ég vildi geti svara bæjarfulltrúa Höllu Björk hvar við ætlum að sækja þetta fjármagn annað en til ríkisins með samstilltu átaki og þá held ég að við sem bæjarstjórn og í samstarfi bara við önnur sveitarfélög þurfum að sækja fram þar svo að þetta verði gert með sanngjörnum hætti. Við erum þetta með samning við nágrannasveitarfélög vinnu í þessum málum varðandi þjónustu fatlaðra og þar bara sameiginleg ábyrgð sveitarfélagana á þjónustu innan svæðisins. Það bara kveðið á slíkt í samningum og ég held að þeir séu réttlátir. Bæjarfulltrúi Gunnar ræddi fjölskylduhús sem var hér til umræðu fyrir 2 árum að mig minnir og sú lausn sem velferðarsvið fór þegar ekki reyndist vera til fjármagn fyrir fjölskylduhúsnæðinu. Það að fara inn í þessa sérfræðiþjónustu við börn með sértækan vanda og foreldra þeirra sem hefur verið þróað á einkaheimili. Þannig að það var nú bara svona úrræðagóðir starfsmenn bæjarins sem fundu lausn til þess að mæta þessari þörf. Að þessu sögðu þá þakka ég bara mjög góðar og vekjandi umræður og segi bara ég er bara ánægður með þær. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson, lokið máli sínu næst til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúa aðeins að bregðast við því sem kom hérna fram síðast í máli bæjarfulltrúa Heimis varðandi samninga við nágrannasveitarfélögin. Það er rétt að við erum með sameiginlegan samningum málaflokk fatlaðra. Hins vegar höfum við í bæjarráði óskað eftir því að þessi samningur verði tekin upp vegna þess að hann er alltaf útrunnin að það þarf að semja upp á nýtt og eitt af því sem var lapsus í gamla samningum var það að Akureyrarbær bar einn hallan af rekstri málaflokksins en við telum alltaf eðlilegt í rauninni að þau sveitarfélög sem standa saman að þessu beri náttúrulega sameiginlega ábyrgð á rekstrar niðurstöðunni. Það er bara eins og í öllum öðrum samlögum málaflokk fatlaðra vítt og breitt um landið. Þarna hafði greinilega í upphafi þessu samningu að þá gerðu bara að menn kannski ekki ráð fyrir því að þessi málaflokkur er ekki með halla. Þannig að það er nú sannlega verið skýringin en það er ljóst að það er viðvarandi halli af þessu málaflokki og það þarf að vinna í því og bæjarstjóri og sviðsstjórar eru að vinna í samstarfi við nágrannasveitarfélög þetta mál og það er mjög brýnt að það klárist. Ég vil líka þakka bæjarfulltrúa Gunnari að koma inn á málaflokk fatlaðra. Það var svona við vorum svolítið föst í þessari skýrslu hans bæjarfulltrúa Heimis en auðvitað málaflokkur fatlaðra stórt mál fyrir okkur öll og þar erum við að borga verulega fjármuni með þessum málaflokki og ég held að það sé mikilvægt að við herjum á ríkið eins og bæjarfulltrúi Heimir kom inn á. Það er mjög mikilvægt að sveitarfélög herji á ríkið vegna þess að það er vanfjármögnun og það hefur komið fram að þetta sé að vera að tala alltaf 6-8 milljarða í skýrslu og úttekt sem að Haraldur Lyngdal hefur unnið fyrir sveitarfélögin og vonandi förum við að sjá til það er verið að klára þessa skýrslu og vonandi förum við að sjá til lands í því og fá það viðbrögð frá ríkinu. En þetta er náttúrulega stórt mál fyrir okkur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið máli sínu næst til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mig langar aðeins til að bregðast við öðrum orðum bæjarfulltrúa Heimis varðandi fjölskylduhúsið og það úrræði sem er verið að vinna núna. Ég tek nú ofan fyrir úrræðagóðu starfsfólki. Og ég held að það sé einkenni nú margt í vinnu þeirra sem vinna á velferðarsviðinu að fólk leitar lausna.
Ég ætla nú ekki að fullyrða það að þetta úrræði sé að mæta þörf. Það er mjög einkennilegt ef svo miðað við það hvernig ég sé þessa stöðu í kringum mörg af þessum börnum. Þannig ég held að það væri nú bara alveg þess virði fyrir þau framboð sem ætla að bjóða fram hérna í næstu sveitarstjórnarkosningum að skoða aðeins þessi mál og velta því alvarlega upp hvort þessi ekki ástæða til að styrkja þessa þjónustu enn frekar og gera það þá á öðrum grunni. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þá segir umræðum þannig lið lokið.